Þetta er síða 6 atkvæðagreiðsla í verkefni 17 Sum Product. Ég ætla að setja annað útlit á þá sem segja já og annað útlit á þá sem segja nei. Þannig ég set svæði hér í blokk og fer í Conditional Formatting og ég vel Highlight Cell Rules og Text that contains og ég skrifa já eða nei hérna á. Þeir velja fyrir mig já. Ég ætla að hafa já með grænum texta hérna. Ok. Og síðan ætla ég að velja annað útlit á þá sem segja nei. Hitt hverfur ekkert, það heldur áfram. Text that contains og svo skrifa ég nei. Þarf ekki að setja gæsalappir og ég ætla að hafa rauðan ramma. Þannig að þá er ég komin hér með annað útlit á þá sem segja já og annað útlit á þá sem segja nei. Og síðan ætla ég að setja annað útlit á karla og konur. Þannig að ég fer hér í Conditional Formatting og geri það á sama hátt. Text that contains KFK. Sjá. KFK. Ég opna þetta hérna og ég ætla að hafa konurnar með rauðu hérna. Og síðan ætla ég að hafa annað útlit á karlana. Þá segi ég hérna text that contains KK og ég ætla að feitletra það. Þá fer ég hér í Custom Format. Ég ætla að velja feitletur. Ég getur valið ramma. Ef ég vil hafa svona ramma utanum kallana og feitletur að þá segi ég OK og OK. Þannig að við getum leikið okkur eins og við viljum með útlitið. Nú ætla ég að afrita þessa síðu yfir á aðra síðu. Þannig að ég fer hér yfir síðuna, ýta á hægri mús og segi Move or Copy og Create a Copy. Hún lendir hérna fremst, smelli tvisvar hér og gef henni heiti, kyn, atkvæði. Ýta á Enter og ég ætla að afrita hana aftur. Move or Copy, Create a Copy. Ég get líka afrita hana aftast í hérna á síðustu síðuna. Ég ætla að hafa þetta svona og þessi síða á að heita atkvæði kyn. Og þið raðið á atkvæði kyn fyrst eftir samþykktum atkvæðum og síðan eftir kyni. Þannig að ég fer hér og fer í Sort and Filter Custom Sort. Hérna eftir samþykki, all level og síðan eftir kyni. Og þá raðast þetta svona og hér raða ég fyrst eftir kyni og síðan eftir atkvæðum. Þannig að geri það á sama hátt. Þannig að ég ætla að vista og svo sýni ég í öðru myndskeiði óuppsettu dæmin.